Og áfram smjörið í föstudagsþættinum á N4. Nú ætlum við að tala matarfíkn og til mín komin Þórhildur Kristjánsdóttir sem hefur reynslu af þessu. Velkomin Þórhildur. Takk. Og takk fyrir að koma og segja okkur þína sögur, það ekki? Vilt deila henni með okkur kannski? Já, ég skal gera það. Takk fyrir að vera að koma. Já, ég matarfíkill og matarfíkn ástand eða sjúkdómur. Það sem að tengist fíkn í mat og tengist svona óeðlilegu sambandi við mat og það sem að maður borðar, mat eða sætindi eða annað. Og ég hef langt árabil vitað að ég sjálf hefði ekki fulla stjórn á því hvað ég borðaði og hvernig borðaði, hluti sem meira heldur en ég vildi og oftast það sem að fólk sér á matarfíkli að það mikil ofþyngd. Flestir matarfíklar eru ofþungir. Og svona það þessi einkenni sem að við börðumst mest með. Nú ert þú ekki ofþyngd, ég sé það, langar leiðir. Nei. Það því að þú ert búin að ná tökum á þeim? Eða svona, einhverju svona, þetta komið eitthvað far hjá þér? Eða hvað? Já. Fyrir 9 árum rúmum þá ákveð ég að takast á við það að ég væri matarfíkill. Ég hafði vitað í mörg ár að þetta væri ekki alveg að ganga og komst að því eða heyri fyrir tilviljun að það sé til meðferðarmiðstöð á Íslandi sem heitir MFM miðstöðin og þar sem að maður fengið námskeið í því að fyrsta lagi greiningu á því hvort ég væri matarfíkill og síðan meðferð við því og ég sem sagt fer í þessa meðferð þannig að ég geri þetta fyrir rúmum 9 árum. Og hvernig var staðan hjá þér þá? Varstu þá í mikil ofþyngd? Ég var í talsverðri ofþyngd og ég var 35 kílóum þyngri en ég í dag þá. Og hafði upplifað þeim langt skeið að það var alltaf svona að segja alltaf á ógæfu hliðina. Var þetta farið að háðir eitthvað verkir eða? Ekki beint, ég var ekki beint komin á þennan stað að líkamlega væri þetta kannski farið að stoppa mig. En áttaði mig á því að ef ég greip ekki inn í, þá myndi ég vera á leiðinni þangað. Og ég fer þarna í greiningu og tek síðan námskeiði framhald af því. Og þetta í Reykjavík? Þetta í Reykjavík. Og var svona helgarnámskeið og það mikil eftirfylgd. Ég fór í 3 mánaða eftirfylgd eftir námskeiðið. Og það sem ég læri þar að fólk eins og ég, með matarfíkn eins og ég, bara hreinlega með ofnæmi fyrir ákveðnum fæðutegundum. Og það bara hreinlega veldur okkur fíkn að borða ákveðnar fæðutegundir og þetta sykur í öllu formi og það sem við kallum sterkju og sem í alls konar fæðu, alls konar nánast öllu það ekki? Já, fræjum, korni, öllu brauði og öllu slíku. Og þar að auki þá auk þess að vera með matarfíkn eða fíkn í þessa ákveðna hluti að þá líka svona ákveðið hömluleysi því að matarfíkn þríþættur sjúkdómur. Hann líkamlegur, andlegur og tilfinningalegur. Og þannig að þarna kemur þessi líkamlegi auk þess að vera þetta matar þetta ónæmi, að þá erum við líka með hömluleysi í að ákveða hversu mikið á að borða og hvenær á að borða. Þó að maður taki sykurinn og sterkjuna frá, langar maður samt að borða mikið af hinu sem maður má borða þá. Já. Og þegar maður matarfíkill, þá bara borða maður eins mikið og maður getur af því sem maður má. Þetta mjög sterk, þetta mjög sjúkdómur sem ekki hægt að lækna, en það hægt að halda honum niður. Já, mitt. Og þetta var fyrir 9 árum. Hvernig var svo þitt ferðalag þarna? Ég bara ein af þeim heppnu sem að fer á þetta helgarnámskeið og ég hef ekki borðað sykur eða sterkju síðan. Vá. Og það bara á einhvern undarlegan hátt, þá bara gerist það að ég bara hætti að borða þetta og hefur ekkert sérstaklega langað í það síðan. Og var þetta ekkert flókin aðgerð að bara sneiða hjá þessu? Þurftur ekki svona þess að kynna þetta út í hörgul? Þetta
Þetta er dálítið mikið að kynna sér í byrjun. Já. Og maður fer kannski hægt af stað þannig maður þarf að fikra sig áfram. En það sem er grunnurinn í þessu líka er að maður gerir þetta ekki einn. Nei. Þetta krefst þess að maður hafi stuðning og á Íslandi eru til tvenn samtök fyrir matarfíkla sem byggja bæði á 12-sporakerfi, líkt og AA gerir, af því að við skilgreinum okkur vera að þurfa að taka ákveðið efni frá okkur eins og með aðra fíkla. Og í það eru tvenn samtök, það eru samtök sem heita OA og það er vefsíðan hjá þeim er oa.is og síðan eru samtök sem heita GSA og eru líka með vefsíðu sem er gsa.is og á þessum vefsíðum er hægt að kynna sér hvernig maður kemst í samband við þennan stuðning. Og fólk sem er kannski út á landi, það getur kannski ekki eins mikið farið á fundi eða er þetta Akureyri, Reykjavík, veistu eitthvað hvað þetta er? Sko það eru fundir hér á Akureyri, það eru fundir bæði í OA-samtökunum og GSA-samtökunum hér. Það eru líka fundir hægt að fara á fundi á netinu í báðum samtökum. Zoom-fundir og bæði íslenskir og líka bara allan heim. Og á þessum síðum er hægt að fá upplýsingar alla þessa fundi og hvernig maður getur nálgast þá. En það er svona grunnurinn í því að takast á við matarfíkn og lifa í bata frá matarfíkn er að taka þessi efni út, fylgja þessum reglum og hafa stuðning. Mæta á fundi og vera í sambandi við stuðningsaðila. Og við bara minnum aftur á heimasíðurnar gsa.is og oa.is ef fólk vil kynna sér þetta nánar og kannski þarf stuðninga eitthvað stað til að byrja á. Og matarfíkn.is þar sem maður getur fengið komist inn á þessa meðferðarstöð og farið á námskeið. Takk kærlega Þórhildur fyrir að koma og segja okkur frá þessu og gangi þér áfram vel. Takk kærlega fyrir mig. Og nú ætlum við að fá töfraatriði með honum Einari Mikael. Gjörðu svo vel.